orðin of spennt held ég hérna til að bíða lengur, þannig að við skulum bara hefja þetta málþing og ég ætla að byrja á því að bjóða ykkur velkomin á þetta málþing. Við minnum á að slökkva á farsímum, þið getið farið fram og tekið pásu eins og þið viljið. Við verðum líka með reglulega pásur á milli. Við viljum minna á partíið á eftir. Við lofum góðu stuði, tónlist, skemmtun og góðu mat. Þetta málþing samráðsverkefni útskriftarnema og startinn diplómnámi fyrir fatlað fólk með þroskahömlun í Háskóla Íslands og að Landssamtaka Þroskahjálpar. Við heitum Hekla og Steinunn og við erum málþingsstjórar þessar málþings. Gaman að sjá hvað þið eru mörg. Ég útskrifaðist úr diplómnámi og ég er að klára 4. árið mitt í háskólanum, þar sem ég hef tekið þátt í þróunarverkefni að lengja diplómnámi. Ég er líka að vinna á bókasafni og í menningar, nýsköpun og háskólaráðuneyti. Ég er búin að vera að kenna og aðstoða diplómanám að undirbúa þetta málþing. Ég útskrifaðist úr diplómanáminu. Ég hef kennt starfað í sjónvarpi og er baráttukona. Í dag starfa ég á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkur. Fyrir hönd diplómanema í Háskóla Íslands viljum við þakka Þroskahjálp fyrir ánægjulegt og vel lukkað samstarf. Auk þess viljum við þakka því fólki fyrir sem gekk til liðs við okkur og gaf sér tíma til að vera með okkur í salnum í dag. Í dag verður fjölbreytt dagskrá og það verður rætt hin ýmsu mál sem varða fatlað fólk í hinu daglegu lífi og þeim hindruðum sem það verður fyrir. Málþingi er lokaverkefni diplómanema og við erum búin að undirbúa þetta málþing allt misserið. Gefum þeim gott klapp fyrir þeirra dýrmætum vinnu og góða skemmtum í dag. Okkur langar að segja ykkur frá því að teiknarar Katja Helgadóttir, Vilmundur Gunnarsson og Fríða Martins teikna myndir af málþingi. Það eru líka táknmálstúlkar. Við erum líka á streymi og við bjóðum líka vel fólki sem er á streyminum velkomin á málþingi. Nú er komið tími til að byrja þetta málþing. Hér með sagt. Fyrstur á svið er alþingismaðurinn Jón Gunnar sem ætlar að byrja þetta á málþing með ávarpi. Bjóðum hann velkominn á svið. Ég komið hjartanlega sæl og blessuð og fyrirgefiði að ég er seinn. Ég hef ég er með skert tímaskinn og ég hélt að
klukkan væri annað en hún Þannig að, en sem betur fer var ég bara hérna í næsta húsi og var að tala við Gulla Helga. Að ég ekki séð hann svo lengi. Góðan daginn, kæru vinir. Það mér mjög mikill heiður og gleði að fá að vera með ykkur hér í dag. Ykkur sem að eruð að útskrifast úr þessu mikilvæga námi, aðstandendum og ykkur sem eru bara komin til að hlusta og að taka þátt í samtalinu hér stöðu fólks með þroskahömlun í samfélaginu. Við erum hérna til að fagna, en við erum líka hér samankomin til þess að tala saman alvarlega og mjög mikilvæga hluti. Við erum hér til að hlusta, en við erum hérna fyrst og fremst til að breyta. Og ég vil bara ítreka til hamingju með daginn, þið sem eruð að útskrifast, þið hafið lagt á ykkur mikla vinnu, sýnt þrautseigju, hugrekki og metnað, og þetta ekki sjálfsagt vegna þess að þið eruð ekki bara útskriftarnemar, þið eru leiðtogar. Þið hafið sýnt það sem að við ættum öll að vita, að það eiga allir rétt á menntun. Ekki bara rétt á að fá að læra, heldur rétt á því að hafa aðgangað menntun sem hentar, sem tekur mið af þörfum einstaklinga, sem opnar dyr í stað þess að loka þeim. Mennt máttur. Við höfum sem samfélag og sem pólitíkusar eins og ég stjórnmálamaður oft tala mikið jöfnuð. En stundum gleymum við að fylgja talinu eftir með aðgerðum. Alltaf oft horft fram hjá þörfum fólks með þroskahömlum og það eins og sumt fólk sé ósýnilegt. En þið eru það ekki, þið eru hér, ég sé ykkur, þið eru sýnileg og rödd ykkar skiptir máli. Við þurfum alltaf að spurja okkur hvernig samfélagi við viljum búa í. Viljum við vera samfélag þar sem bara sumir mega taka þátt en aðrir þurfa að sitja á hliðarlínunni eða viljum við vera samfélag þar sem allir hafa tækifæri til að blómstra, vaxa og skína. Fólk með þroskahömlun á rétt á námi, það á rétt á atvinnu, það á rétt á sjálfstæðu lífi, það á rétt á því að vera metið af verðleikum og tekið alvarlega, það á rétt á virðingu. Við þurfum að tala aðgengi, ekki bara líkamlegt aðgengi, heldur líka félagslegt aðgengi, menningarlegt aðgengi, aðgengi að tækifærum, aðgengi að lífinu og ekkert okkur án okkar. Við þurfum líka að tala viðhorf. Af hverju ennþá verið að gera lítið úr fólki með þroskahömlun? Af hverju það ekki sjálfsagt að fólk með þroskahömlun hafi sína rödd í samfélaginu? Og þarna liggur rót vandans, viðhorfin og þau þurfa að breytast. Og það það sem þið eruð að gera. Með því að vera hér, með því að læra, vinna, taka þátt, þá eru þið að breyta viðhorfum, þið eruð að sýna samfélaginu að það ekkert sem heitir eðlilegt fólk eða öðruvísi fólk. Það bara alls konar manneskjur. Við erum öll mannleg og sem manneskjur þá eigum við öll rétt að eiga stað og taka pláss. Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur fyrir hugrekkið, fyrir þolinmæðina og fyrir að minna okkur hinn á hvað skiptir raunverulegu máli, ekki einkunnir, ekki starfsheiti, heldur samkennd, mannvirðing og samstaða. Til hamingju með ykkur, kæru útskriftarnemar og leiðtogar framtíðarinnar. Ég hvet ykkur til að fylgja í fótspor Láru Þorsteinsdóttur sem fór í sagnfræði eftir að hún útskrifaðist úr diplómanáminu
Og hún hefur sjálf sagt að hún hafi farið í sagnfræði vegna þess að henni langaði til þess að breyta sögunni. Þetta málþing er ekki bara samtal, það er líka boðskapur að við getum og verðum að gera betur og það byrjar hér með okkur. Takk fyrir að bíða eftir mér þó ég væri seinn og leyfa mér að vera með ykkur hér í dag. Til hamingju með útskriftina og megi rödd ykkar hljóma hátt og skýrt ekki bara í dag, heldur alla daga. Takk fyrir! Jesus, ég fær bara tár. Takk fyrir, elsku Jón Gunnar. Þetta var frábært hjá þér. Gefum hann gott klapp. Þannig að næsta sviði er talskona fatlaðs fólk hjá Þroskahjálp, Fabíana Moraes. Erindi hennar heitir Það er komið tími til að hlusta á okkur. Og hlustið þið nú vel. Hej, jeg kan se bare et bakspil, og altså, bygge er det ikke se mig. Far er kommet til mit lødstokker. Þetta mitt elendi. Mig. Jeg tutorialer, startskole fatlaðs fólks, fætt í Portugal og kom til Íslands þegar ég var 9 ára. Þeir meintu af mér þegar ég var ung, nýflutt. Ég hef búið á Íslandi í 13 ár. Diplomanám í HÍ, útskrifast í júní 2004. Þetta myndi mín áskriftist. Tók mörg námskeið fullnafræði í náminu mínum. Hvernig fekk ég áhuga til bólatur? Í starfsnámi hjá Þroskahjálp og í diplomanámi í HÍ. Samráð við stjórnvöld, til dæmis að mennta- og varnarráðuneytið, stöð að varna af elendubruna. Heimsókn í ráðuneytið, í félags- og vinnumarkaði ráðuneytið, hitt starfsfólk sem vinnur að málefni fatlaðs fólks. Takk fyrir til að spyrja. Ég spurði ýmislegt. Ég var ekki alltaf ánægð með svörin. Ég get eitthvað dæmi að ég fór að spyrja hvað mikið fatlaðs fólk vinnur þangað og svarið sem ég fengi var að hella upp á kaffi. Ég bara, já, ok, en það er ekki svona svör sem ég vil heyra, því fatlaðs fólk gera svo margt, ekki bara hella upp á kaffi, heldur bara svo margt. Það skildi ég að það þarf að breyta fyrir mannréttindi. Núna ætla ég að segja ykkur smá starfið mitt. Ég hef verið í starfsnámi hjá Þroskahjálp og í stjórninni Þroskahjálpar. Ég vinn hlutastarf hjá Þroskahjálp sem danskona fatlaðs fólks. Af hverju ég danskona? Til að hafa áhrif í samfélagi. Það þarf að vera danskona í samfélagi til að segja hvað okkur finnst til að vera sýnilegt fyrir samfélagi. Það þarf að vera danskona fyrir það. Til að bara sýnilegur. Til að skapa betur samfélagi fyrir okkur öll. Til að deila mín reynslu af því það var mikilvægt að fatlaðs fólk segja bara sín reynslur. Það skiptir máli að fatlaðs fólk deila sín reynslu og sín sögur. Þetta er mitt myndi, sæti við borðið. Það getur breytt mikið að segja okkur skoðun og vera að segja okkur sögur. Það getur breytt svo mikið að vera bara sýnilegt samfélagi og bara segja sem okkur finnst.
Verkefni mín hjá Þroskahjálp 2024. Ráðgjöf og leiðbeiningar til Þroskahjálpar og annarra hagsmunafélagi ráðuneytanna, tækifæri, háskóla og fleiri. Þátttaka í tónlistarmyndbandi og texti mínar fyrir fatlað fólk kenni fatlað fólk að fá skilning. Aber þannig. Þátttaka í verkefni notaði viðtal við nemendur HR. Nemendur tók viðtal við mig á hóf og spurtur hver hægt að breyta og bæta til að auka aðgengi fatlað fólks. Miðlinn í framtíði hóps felast við markað í ráðuneytinu, skipuleggja vísindaferð fyrir diplómanám í HÍ og fundarstjóra málþings Þroskahjálp og límtudækni. Vera límtudækni fyrir starfsnemar og diplómanámið. Verkefni mín hjá Þroskahjálp 2025. Tengiliðir við diplómanámi þegar þau komu í starfsnámi vinn með nemur og fjölbreytt verkefni. Skipulegging og undirbúning fyrir ráðgjöfhópur. Þá vil ég gera ráðgjöfhópur sem fatlað fólk sem ger bara mikið ráðgjöf fyrir Þroskahjálp. Þá verður við bara að fatlað fólk meira sýnilegir. Samráð og samvinnu við Vinnumálastofnun vegna náms- og dagfræði ungs fatlað fólks með saladögg. Skipuleggja málþing sem við erum hér í dag. Hverju þarftu að breyta? Nú lætur segja hvernig mín reynslu hvað þarftu að breyta. Framhaldsskóla. Ég get ekki varför eins og hinn í almenntubraut. Það var ekki boðið fyrir mig að velja hvað för ég myndi vil fara í. Ég var bara að setja á starfsbraut og var bara þannig. Kenna og starfsfólk frábært. Ég mótmæli ekki neitt þannig. Það bara dansleg frábært kennara. En það ekki mikið voru fatlað fólk nemandi í framhaldsskóla. Það bara þannig. Það ekki voru mikið. Það bara starfsbraut og bara búinn. Það ekki mikið. Mér finnst að þegar við verðum fullorðnir með einbeinandi. Mér finnst að þegar við fullorðnir fá kenningar okkar svolítið meira og meira. Heldur við krakka. Eins og við að fara aftur bak. Fólk tala meira hvað við getum gert og hvað við getum ekki. Það alltaf fjart okkur hvað við getum gert og hvað ekki. Og við verðum að segja okkur hlutina, verðum að láta okkur hlutina heilast og verðum við að segja frá. Ekki hinnir fyrir okkur. Hverju þarftu að breyta í HÍ? Ég get farið í HÍ og valdi diplómanámi. Það var einu námi í HÍ fyrir fólk með forskömmur. Það var eina. Það þarftu að breyta HÍ og opna námið. Námskeið fyrir fólk með forskömmur og auka alla stuðnings. Diplómanámi gaf mér tækifæri til að mennta mig meira. Diplómanámi gaf mér líka tækifæri til að kynnast Þroskahjálp, eins og ég hér mikil í dag. Og mér finnst svo sængilegt að stjórnvöld til að reyna að diplómanámi verður bara að tekja okkur álið. Það myndi kannski bara taka sig bara næsta álið. Mér finnst svo sængilegt og leiðilegt. Ég bara kveiki öllum til að skrifa undir og þið mun sjá eftir hvað þessi nemendur bara frábært. Ég ætla að sjá eftir. Þroskahjálp gaf mér tækifæri til að hafa áhrif í samfélagi. Þroskahjálp gaf mér tækifæri til að hafa vinir sem ég í dag núna. Það er ekki öllu vinnustaðir sem gerir það. Það þarf að vera Þroskahjálp til fyrirmynd á vinnustöður. Það þarf að vera svona vinnustaðir, opnir fyrir fjölbreytileika eins og Þroskahjálp er. Það er ekki nærvinni voru fyrir fólk með forskömmur. Það er ekki mikið voru. Vinnustaður þurfti að vera opið fyrir fjölbreytileika. Það þarf að vera þannig. Það þarf að vera opið.
Afgeef het je maalvriend kwam met okken, nou dat is zeker van vie. Afgeef het je maalvriend kwam met okken. Afgeef het kom met team met justokker. Wie en Salvinkur festival heb niet. Wie weet de putte kwijt wat er kwijt wat er preekt. Wie en de sjasvelinker. Wie weet het van best. Waar ik je wat afvallen voor hustokker. Waar ik wat voor hustokker. Waar ik je wat afvallen voor komen 16 server al deze niet gisteren. Wie willen maar weer zien lijkt samverleiden. Wie willen maar zeggen. Welke vriend, dat kan hard dat preekt op buiten. Vi väljer med vinna samman till skapet i samfunnet för klöst. Vi väljer med vinna samman. Värst vakna högst vi fatta morfinker. Så vi get in samman. Ge våra timmar till lysta och se och sören. Vakna fästa vi en hel dag. Var kommer timmar till att prata samfunnet? Var kommer timmar? Vi är öst anskånast. En vi eigen av världen är vi oss familjer. Nu laat ik zeggen, afkeer vallen folk ja de hutwerken. Afkeer vallen de hutwerken. Af wie oftast kan vallen folk aan morfinken. Of vaart bara lyssna, och fast jag fattar vad folk säger. Fast jag ska fatta folk mycket maligt. Inte ska tala mycket maligt. Vi vill man säga också vad det finns. Och festival finns alltid vidare breda fester. Vi äter det mest och alla era hösta. Alla kan vi! Drömmen min drömmer är mig i framtiden väl för tack vare alla folk till att vinna mentor. Vad är drömmen min? Vem hjälper mig upp i samhället? Vad är drömmen min? Jag vill spinna fram arkitektur till malen och vill ha arkiv i samhället. Jag mun alltid ha det för en bäst i marketing till alla folk. Jag mun alltid päljas för marketing. Alltid. Färskrift malen har arkiv. Nu vill jag säga tack för mig och kämpa lika väl. Takk fyrir, Fabian, fyrir þetta frábæra málærindi. Þannig að áður en við förum í hlé, viljum við hvetja málþingsgestir til að skrifa undirskriftina söfnunarblöð. Blöð má finna á borði við kóðakóða og einungis frammi á ganginum og á veggjum. Og Jóhanna kynnir eitthvað frekar frá því í sínu erindi og við sjáumst eftir 10 mínútur.
Katrínu Erlu Kristjánsdóttur. Góða skemmtun. Привет, меня зовут Артур, я учился 2 года в университете Исландии. Это мой выпускной проект. Чему я научился? Во-первых, я познакомился с новыми людьми. Я учился у хороших учителей, которые всегда помогали мне. Я узнал много нового, например, что такое предрассудки в обществе и как они мешают людям с инвалидностью. Я был на проекте в Хихтхусит. Там я помогал людям. Моя роль была поддерживать порядок и помогать на кухне. W. En hvað það sem að skipti þig mestu máli? Pening, selbum og leiðbílinn vinna. Bílstjóri. Jag heter Karin Erla Kristjánsdóttir, ég er útskrifuð Háskóla Íslands fyrir diplómanám. Hvað hefur lært í diplómanáminu? Jóga, hugleiðslu, leikrit. Hvað draumastarfið þitt? Vinna á leikskóla og vinna með smíði og einstaklega alls konar hálsmer, bolla, skurðabetti og bókn. Af hverju það draumastarfið? Mér finnst gaman að vinna með börnum og mér finnst gaman að vera með smíði. Eitthvað sem að þú vilt segja að lokum? Það mikilvægt að fatlað fólk að fara í skóla og tækifæri til sem vinna sem langar að vinna við. Við viljum fá Artúr og Katrínu hingað upp á svið. Takk. Mikið var þetta flott hjá ykkur. Núna næst stígur á svið hún Jóhanna Brynja Ólafsdóttir á stokk. Hún verður með erindi sem fjallar skólagöngu hennar. Og bjóðum hana velkomin á svið. Af hverju fæ ég ekki að velja mér nám? Af hverju vil ég ræða þetta? Hver ég? Ég heiti Jóhanna Brynja og útskriftanemi frá Háskóla Íslands og vil bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin fyrir hönd okkar allra. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að koma og hlusta á okkur. Það okkar ánægja. Ég á 30-aldri á Suðurnesjunum og með marga vini og áhugamáli mín diamond painting, hekla og eða tíma með þeim sem mér þykir vænt. Hvert mitt málefni?
En það sem að fékk mig til að tala skólagöngu mína það að það eru ekki allir, eða mér langar að leyfa fleirum að fá að heyra þau tækifæri sem að allir eiga ekki rétt á. Já. Skólagangan mín. Nú kemur hér sagan mín. Já. Ég var í grunnskóla í Kópavogi og þar var mér hjálpað eins og ég þurfti á því að halda. En svo kom að því að fara að sækja framhaldsskóla. Og þegar maður sækir oftast framhaldsskóla eins og flest allir að vita, þá velur maður 2 skóla og hvorug þeirra, ég komst inn í hvorugan þeirra. Þannig að þá var hringt í hann föður minn sem að situr hér í salnum og spurt hann hvort að ég vildi koma eða fara í annan framhaldsskóla sem að væri laust í. Þá kom í ljós að besta vinkona mín á þeim tíma var að fara í þann skóla og ég var rosa þakklátt. En í þeim skóla þá var ekki beðið mínar pappírana mínar greiningar og það var gert minna úr mér en ég gat. Og það tók mig smá tíma að reyna að fá tók mig smá tíma að fá það sem að ég vildi framgengt. Af því að þau vildu ekki leyfa mér að fá það efni sem hentaði mér. Svo kom að því að við fjölskyldan þurftum að flytja og þá skipti ég framhaldsskóla. Og í þeim framhaldsskóla báðu kennararnir mína pappíra sem að voru frá því að ég greindist með sem barn og var ekki lengur sú manneskja. Og þar var námsefni við mitt hæfi og kom betur fram í mig sem mannesku en ekki sem barn. Hvað finnst mér ætti að koma betur fram við framhaldsskóla nemendur á starfsbraut? Það að það mætti vera meira samráð á milli þeirra og samráð á milli kennara og nemenda og svo Jesus Christ sorry og þau þurfa bara að vera opin starfsfólk framhaldsskólans þarf að vera opið því að leyfa fólki eða nemendum að taka sínar ákvarðanir og leyfa þeim að tala sínu máli. En eftir að ég útskrifaðist úr framhaldsskóla, þá kom að því að mig langaði að mennta mig meira. Þá kom í ljós þegar ég fór að skoða háskólana að það var bara eitt í boði fyrir mig, sem starfstengd diplóma. Ekkert annað nám í boði í háskólanum fyrir fólk með þroskahömlun. En á hverju ári þá útskrifast krakkar úr starfsbraut 70 til 80 manns á ári. Hvað í boði? Og réttindi. Í samningi Sameinuðu þjóðanna stendur í 24. grein að fólk með þroskahömlun á rétt á námi á öllum skólastigum og viðeigandi aðlögun á námi sem passar hverjum á einum. Samningurinn mjög mikilvægur því hann fjallar allt sem mikilvægt í lífi fatlaðs fólks. Mikilvægt að fari verði eftir honum. Og nú á að fara að lögfesta hann vonandi. Og já. Og að fatlað fólk eigi rétt á að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu. Hvað í boði eftir framhaldsskóla? Eins og ég sagði, þá
þessi diplóma í boði fyrir fólk með þroskahömlun og diplómunám í myndlist hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur. Og líka að byrja nám hjá Mými sem heitir Færni á vinnumarkaði og fjölmennt. Diplómanámið, það komast ekki allir inn í diplómanámið sem að sækja um. Það eins að flýta mér þarna. En mér finnst að þetta þurfa að fara að breytast og að allir sem að vilja eiga að geta lært það sem að þeim langar að læra eftir framhaldsskóla. Hér kemur smá hvatning til Háskóla Íslands og stjórnvalda. Við viljum nám eins og annað fólk. Fjárskortur á ekki að bitna á okkur. Og við viljum fá fjölbreyttara nám innan háskólans sem að skipti máli af því að það ekki allir sem að vilja eða það ekki allir fallaðir sem að vilja læra eitthvað menntavísindi. Og já, hvað ætla ég að segja mér? Staðan á diplómanáminu svo að næsta haust á ekki að taka inn í diplómuna vegna fjárskorts. Og okkur finnst það ekki í lagi af því að við eigum rétt á háskólanámi eins og allir aðrir. Stjórnvöld þurfa að hlusta á okkur. Við getum ekki talað inngildandi nám í háskólan ef að það alltaf verið að skerða námstækifæri fatlaðs fólks. Við eigum líka rétt á að vera hluti af háskólasamfélaginu og ekki bara annað hvert ár. Við þurfum að gera betur. Þess vegna erum við með undirskriftalista á Ísland.is eins og þið eru búin að sjá á borðum ykkar. Og ég vil biðja sem flest alla til þess að skrifa undir hann svo við getum fengið sem flestar undirskriftir. Ég vil hvetja HÍ og stjórnvöld að endurskoða þetta. Takk fyrir mig. Já. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Þetta var frábært hjá þér. Nú tökum við afturstyrli og við ætlum að biðja ykkur að bíða eftir því að hleypa hjólastólunum fyrst út. Takk.
Halda áfram og velkomin aftur. Komið endilega inn aftur, svo að við getum haldið áfram. Þannig að fyrsta sjónvarpsspjallið heitir Gullna reglan. Spjallið mikilvægt þess að fá að vera fullorðinn og taka eigin ákvarðanir í lífinu. Það fjallar fordóma og viðhorf til fatlaðs fólks og hversu mikilvægt það að koma sér fram við öllu viðringu. Þáttakendur heita Brynja Diljá Guðmundsdóttir útskriftarnemi í diplómanáminu, Freyr Rúnar Jóhannesdóttir útskrifastur diplómanáminu, Spyrill Nói Guðmundsson nemi í diplómanáminu. Hér kemur fyrstur á svið. Takk fyrir. Nei, úps. Við ætlum að sýna þennan myndband fyrst. Hvað hefur þú lært í diplómanámi í Háskóla Íslands? Ég hef til dæmis lært tómstund og félagsmálafræði sem mjög skemmtilegt finnst mér. Þá til dæmis fyrir við og tölum við fólk og spyrjum það út í alls konar hluti. Til dæmis á vinnustöðum sem maður getur til dæmis fengið svona starfsnám á þeim vinnustað og það mjög skemmtilegt og fróðlegt og að fá að vita hvað gert í eða á þeim vinnustöðum sem ég fer á heimsæki. Það mjög skemmtilegt og áhugavert. Hvað viltu gera í framtíðinni? Draumur minn að vinna sem leigubílstjóri. En hvað hefur starfstengt diplómanám í Háskóla Íslands gert fyrir þig? Hafa gert bara svona alls konar. Ég bara fæ meira svona sjálfstraust og læri meira regluna, hvað réttindi og bara líka kynnast meira nemendunum og bara fá félagslíf, bara geggja félagslífið. Hvað langar þig að gera í framtíðinni? Mér langar til að læra meira í HÍ og klifra mig síðan upp eitthvað stiga bara að því að vera betur og færar í því sem ég hef áhuga á. Til dæmis, mér mjög skemmtilegt að lesa bækur og ég gæti alveg hugsað mér að vinna til dæmis á bókasafni en það samt uppáhaldið mitt það að vera hjá öðru fólki. Mér finnst það mjög skemmtilegt, oft gott líka að spyrja annað fólk úti hvað það vill og hvernig það vill leysa verkefni til dæmis og hjálpa því síðan með að leysa þau verkefni eins og þau vilja á þann hátt sem þau vilja. Hvað hefur starfstengt diplómanám í Háskóla Íslands gert fyrir þig? Það hefur bara gert það rosa mikið fyrir mig. Það hefur hjálpað mér að blómstra í lífinu og bara vita hvað ég vil gera á mínu æviskeiði. Svo ætlum við að byrja á sjónvarpsspjallinu. Góðan daginn! Hvað segir gott orð? Vá.
Það eru margir. Það er gaman að sjá bara hversu margir hafa komið hana. Þetta er bara ljómandi kvöld, bara gaman að sjá ykkur. Og margirna, eins og þið viti, Nóri Gunnarsson og ég er á mínu fyrsta ári í diplómanámi og ég er... Og bara eigum við ekki bara að kynna okkar fyrsta meðlimi af gullni reglunni. Orri, gefa honum gott klapp. Hvað sagði þið? Jæja. Halló, heyrið í mér? Já. Réttu upp hönd ef þið heyrið í mér. Takk fyrir, þetta er betra. Yes. Miklu betra. Jæja, hvað segir Orri? Ég sé allt fínt. Ekki bara? Jú. Yndislegt. Hvað er mikilvægasta í þínu lífi? Já, svona reyna. Það er það að bara vera hjá fjölskyldum minni, hugsa vel með þeim, og hugsa vel hundi minn líka, mestalegi. Já, það er mjög mikilvægt. Já. En hvað bara daglegt líf sem þú gerir vikulega? Hvað gerur? Ég fer vanalega bara í gönguferðir, með hundinn líka, bæði, og svo er ég að hjálpa foreldra mínum þegar þau þurfa hjálp. Já, hugsa aðeins hilsuna. Nákvæmlega. Já, ljómandi. Orri, hvað segir að við bjóðum næsta meðliminn upp á svið? Ég segi bara að gera svo vel að koma á svið. Gefum gott klapp fyrir henni Fanney. Það verður. Það er sæla bestu. Ægir. Jæja, hvað segirðu? Ég segi bara allt fínt. Ekki bara? Jú. Búin að vera gott klapp? Góð kvöld? Já. Búin að njóta? Já. Segðu okkur aðeins frá sjálfur þér. Ég heiti Fanney Rún Jóhannesdóttir og ég er 21 árs og útskriftarnemi í diplómnáminu og ég er að vinna í leikskóla. Já, hvaða leikskóla? Lækur í Kópavogi. Jaha, það er skemmtilegur vinnustæður. Já. Yndislegt. Og mikilvægasta í þínu lífi er? Verið með fjölskyldunni minni. Já. Hitta vini og ættingja og bara spila. Skemmtilegt. Þið tvö, hvað segir ég? Ég var að bjóða okkar seinustu meðlimi upp á svið. Gjarnan, komið á svið. Gefa gott klapp til henni Brynju. Mækjan það er. Svona. Brynja, hvað segir þið? Ég sé allt gott. Ekki bara? Jú. Hvað er það mikilvægasta í þínu lífi? Að vera í háskólanum. Já. Og ég fer 4 viku í háskólan. Já. Svo ég fer 3 viku til pappa minn sem er Hrafnistu. Já. Og einu sinni í Hárhornið á föstudögum og síðan ég vinnu einu sinni viku á mánudögum. Já, svo það er bara nóg að gera. Já. Það er betra heldur en ekki. Takk innilega. Hver er reynsla af ykkar fullorðna verki? Orri, við skulum byrja á þér. Hvað sagði hana? Hvaða spurning var þetta? Hver er reynsla af ykkar fullorðni verki? Já, ég glemdi. Mín reynsla er það bara að ég hef haft það gott og gert mér besta. Já,
einhverjar áskoranir sem taka á móti? Alls konar. En ég hugsa alltaf fengið hjálp við það ef ég þurfti. Já, yndislegt. En þú, Fanney, hver hérna reynsla áttu við fullorðnu starfi? Bara hjálpa til og hjálpa fjölskyldunni minni. Já. Það bara skemmtilegt að heyra. En Brynja? Ég hef stræma reynslu að vera fullorðin. Það komið fram með mér sem sé krakki. Jaha. Já. En það enn leiðilegt. Það bara eins og hvernig? Endurtaka sömu hlutina, segja sömu orðið mjög oft, skipa mig fyrir. Já. Takk ykkur fyrir og hvað með að taka ykkar eigin ákvarðanir? Hvað ykkar reynsla á því? Barri? Ég hef alltaf verið bara taka í ákvarðanir sjálfur en lef mjög oft í því að vera átti ég að gera þetta, ekki þetta. Svo ég spyr ákveðið fólk sem ég þekki og fær ráð frá þeim en stundum það ekki alveg rétt og ég bara held áfram sem ég geri. Já. En Fanney, hvað segirðu? Ég bara fer út að gera eitthvað og læt vita því ég fer út. Já, það bara mjög mikilvægt að þínu nánustu fólk vita hvert þú sért að fara til þess að þau vita að þú sért örugg. En Brynja? Ég fæ ekki að taka mína ákvarðanir sjálf. Ekki? Nei. Já. Eins og bara það ekki að bara fara út eða? Ég verði að fara út með fylgdarmanni. Já. Því ég vil helst ekki. Já, einmitt. Takk ykkur fyrir og hvað með hvaða reynslu hafið þið yfir að starfa fyrir vinnumarkaði? Fanney? Reynsla mín að við gleymumst ekki og við þurfum meiri upplýsingar. Já, það bara mjög mikilvægt og Orri, hvað segirðu? Ég hef bara góða reynslu. Já, eins og alltaf opinn að hlusta á hvað þeir hafa að segja. Já, það nú mikilvægt. En stundum þau ekki gefa nógu góðar upplýsingar við það sem þau hafa að segja. Það alltaf gallinn. Já, það mjög dapur hvernig bara maður að reyna að tala eitthvað. Hann að hlusta á tónlist. Nei, hvað það að segja? En takk og Brynja, hvað segirðu? Ég hef góða reynslu af vinnunni minni. Já. Ég hef mjög góða vinkonana sem að gera alltaf í hárið á mér. Já. Og hún gerir mjög flott í það því hún með allir snillingur í því. Já. Hvar ertu að vinna, segirðu? Á Söguhverfi. Já. Það ekki bara skemmtilega að vinna? Jú, mjög. Já, gaman að heyra. En hvað með samskiptum? Hvernig viljið að góð samskipti eru fyrir ykkur? Orri? Samskipti? Já, bara góð samskipti. Viltu að það sé bara góð eða bara kurteis eða hvernig viltu? Bara fólk bara tali við mig eins og allir aðrir gera. Já. Og hlustir ég hef eitthvað að segja. En það gerist ekki alltaf. Svo ég tala þá bara við þau og spyr þau af hverju. Þá segja þau að segja þau af hverju og búið. Já. En Fanney? Ég vil hafa jákvæð samskipti í kringum mig. Já. Það bara mjög mikilvægt að við séum með bara góð orðatiltæki bara fyrir fólk, okkur. En Brynja, hvað segirðu? Ég vil ekki að tala við með þessu barn heldur fullorðna. Já. Og að virðingu. Já. Já, mjög gott að þegar kemur á aldurstakmarkin, sérstaklega á þínu aldri, að bara svolítið
móðgun fyrir sá viðkomandi að sé að koma fram með barnatóni. En ekki ykkur fyrir og eru þið með góð ráð fyrir áreyndur hérna inni eða heima hjá sér sem eru með fötlun eða enga fötlanir og bara sem vantar stuðningu í lífið sinu? Orri? Já, ég hef reyndar nokkuð. Það er bara það, ef ykkur langar að gera eitthvað og þið viti að þið kunni það en samt eru aðra að segja að þið geti það ekki, þið bara haldið áfram og reynið. Ef það er skemmtilegt, þá bara haldið áfram. Ég til dæmis lendi því að segja, fólk sagði mig, margir, þú ættir ekki að taka bílpróf því þú mun bara gleyma. Ég eitti heilu ári að læra undir með góðu fólki og eitti menn, náðu því strax, öllu prófinu. Þetta bara, þakka þér innilega, þetta er bara ljómandi, bara gott ráð, en Fanney, hvað segirðu? Ég vil bara segja ekki gefast upp og haldið áfram að berjast fyrir ykkar réttindum, bæði í vinnu og skóla og aðgengi líka. Já, mjög gott. Mjög gott, takk fyrir. En Brynja, hvað segirðu? Talaðu vandamáli við aðra og ekki gefast upp. Já. Þetta bara, eins og ég segi, er mjög mikilvægt því við öll, sá sem erum með raddir, við erum rödd og ef við erum illa inn í sálun okkar, þurfum við að tala við okkar nánustu, bara fjölskyldumeðlimi, starfsstaf, aðila eða svoleiðis til að vita hvort þér líður illa eða ekki. En, heyri, sem nú, hver er ykkar framtíðar draumar? Fanney? Vinna í leikskóla og fara kannski í fleiri nám. Já. Þetta er bara mjög góð draumar. En Orri, hvað segirðu? Já, hjá mér er það að læra að vera smiður, læra margt fleira að smíða og fara líka í meira nám eins og hún gerir, eins og Fanney. Já, ætlar að vera smíður, ætlar að kannski vera eins og Bubbi Byggir. Kannski, en ekki alveg svo hann sem verið að kalla Bubbi Byggi. En Brynja, hvað segirðu? Ég ætla mér að vera leikskólakennari. Já. En síðan ætla ég líka í haust að fara í FB til að geta haldið áfram í háskólanum. Já. Læra þroskaþjálfun. Já, yndislegt. Þessi draumar eru bara mjög mikilvægir og þið skalið nú bara halda þessu draumum sem þið hafið hér og kæru gestir. Ég er með gott orð fyrir ykkur. Bara eins og gamall vinur minn segir, ekki dæma bókina við kápunni sem í raun þýðir ekki dæma manneskjunni við útlitina áður en þú kynnist sá mannesku því við vitum aldrei í hvaða barda eða bara einhver hafa lent í svo bara áður en þú lesur bókina dæmir bókina af kápunni skaltu lesa hana fyrst og bara eins og meðlimir okkar hér af gullna reglunni bara þakki ykkur innilega fyrir og bara aldrei gefast upp og munið verið heilbrigð og hérna bara við erum svo trjáplanta við þurfum vatn til að vaksa vel og bara gróa tréð og næra okkur, bara hollan mat og kolvetni og svoleiðis. Og með því að gera það, þá vex tréð saman sem við líka með okkar og bara við stækkum
verum herri og enn herri og sterkari því meira við bara komum fram við okkur og endilega hvað sem þið eruð ekki dæma fólk við útliti kynntist bara fólkinu bara saman hvað og bara hafið gaman og njótið og eins og bara hvernig þetta búin að vera þetta bara yndislegt og þessi fólk bara takk ykkur innilega fyrir að mæta hér og það eru bara fullt af fólki sem eru að bíða núna með því að koma upp á svið svo endilega þið mig bara klappa fyrir þeim og aldrei gefast upp. Ef þú átt draum, bara aldrei gefast upp við drauminn sem þú hefur, því maður veit aldrei þegar maður blómstrar og bara kom mann að framfarir. Svo eins og ég segi, þið eru bara takk ykkur innilega fyrir að bara sitja hér, hlusta á okkur, hlusta á þessu yndislega fólk og eins og ég segi, ég heiti Nóa Gunnarsson og við erum gullna reglan og takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Þannig að núna ætlum við að fara aftur í stutthlé, sáumst aftur eftir 10 mínútur. Það já. Þannig að núna ætlum við að fara aftur í stutthlé, sáumst aftur eftir 10 mínútur. Drykkjur og kaffi, boðin sáðan. Hérna megin.
á þennan viðburð. Já, nú ætlum við að kynna sófaspjall númer 2 sem heitir Þessi mikrofón eitthvað að stríða okkur aðeins, þannig að þetta aðeins að já. Við ætlum að kynna sófaspjall númer 2 sem heitir mennt og máttur. Menntun þarf að vera aðgengileg fyrir alla. Það þarf að vera meira val nám og fleiri tækifæri fyrir fatlað fólk til náms og við aðra. Þáttakendurnir heita Fabiana Morris, talskona fatlaðs fólk hjá Þroskahjálp, Helena Júlía Seindarsdóttir, útskriftandi nemi í diplómnámi HÍ. Spyrill heitir Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálp. Við ætlum að horfa á stutt myndband á meðan þau gera sig klára. Gjör sig vel. Hvað viltu gera í framtíðinni? Það sem að mér langar að gera í framtíðinni er að vinna annarkvort á leikskóla eða á frístundarheimili af því að ég hef gaman að vinna með börnum. Hvað hefur þú lært í diplómanáminu í Háskóla Íslands? Hurðurslu, jóga og tækni. En hvað viltu gera í framtíðinni? Ég verið að vinna á frístundarheimili. En hvað hefur starfstengt diplómanám í Háskóla Íslands gert fyrir þig? Ég hef þroskast mikið við það og ég hef lært alls konar leiki og svona hugtök og þannig. Hvað viltu gera í framtíðinni? Ég hef alltaf haft mikið áhuga á því að vera mikið í samskiptum við fólk og svo líka fræða. Og ég hef alltaf haft mikið áhuga á fjölmiðlum, alveg síðan ég var krakki. Pabbi minn var blaðamaður og ég get ekki sagt að ég hef fengið þessa bakteríu frá honum, en mér var alltaf langað til þess að vera í dagskrárgerð og þá vera með einhver svona fræðslutengt fatlanir eða bara hvað sem er. Þannig að ég er opinn fyrir öllu. Átt þú þér draumastarf? Já, það er að vinna á frístundaheimili eða í Melaskóla. Hvað hefur starfstengt diplómanám í Háskóla Íslands gert fyrir þig? Það hefur gert mikið fyrir mig, en eina sem hefur gert fyrir mig er að kynnast eins og ég starfa núna hjá Þroskahjálp. Ég fór í starfsnámi hjá diplómanámi þar og ég fengi bara vini hjá Þroskahjálp og það hefur gert mikið fyrir mig. Að kynnast þessar vinnustaðir og svona. Já, það er nú ekkert auðvelt að koma hérna sem spyrill á eftir Nóa. Ég reyndi að æfa nokkuð dansspor hérna frammi áðan en ég ákvað að vera ekkert að flagga þeim. En gaman að vera hérna með ykkur, Fabiana og Helena. Takk sem leiðis. Takk. Hvaða nám var í boði fyrir ykkur í framhaldsskóla? Það var bara diplómanámi. Ég var sem útskrifuð hjá framhaldsskóla. Ég var sem aðtuga hvað get ég gert. Og einu sem var boðið fyrir mig, það var bara diplómanámi. Það var bara ekkert meira í boði. Það var í boði fyrir mig Myndlistaskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands og diplómanámið. Þannig að þú ert bæði baráttukona og listakona? Já. Ekki amalegt. Og kannski nota það á tækifæri til þess að vekja athygli á myndunum sem hanga hérna frammi. Það eru eins og var kynnt áðan teiknarar í salnum og myndirnar þeirra eru hengdar jafnóðum hérna upp hérna frammi og ég hvet ykkur til að skoða þær. En finnst ykkur vanta meira val háskólanám? Já, auðvitað. Það vantar fyrir fjölbreytt nám fyrir fólk með forskrifamyndir. Það fært meira háskóla í þannig hópur. Það fært fjölbreytta nám. Það fært bara anskonas. Ó já, fatlað fólk verður að fá að velja fleiri fög til þess að læra í Háskóla Íslands.
Af hverju haldið þið að námsvalið sé svona lítið fyrir fólk með þroskahömlun? Sko nefnilega, sko, það vandar sko meiri pening til að setja í háskólan og sumir þurfa stuðning heldur en aðrir. Mér finnst að það bara staðurmyndir, hvað við getum gert og hvað ekki. Og þessi staðurmynd, þegar hann fer ekki út, það myndi ekki vera opið fjölbreytnám fyrir okkur. Og það þarf að opna meira fjölbreytnám fyrir okkur. Mér finnst að samfélagi voru alltaf staðurmynd og verðum að breyta því, þeir verða meira opið fjölbreytileika. Þannig að það er svolítið verið að ákveða fyrir ykkur hvað þið geti lært? Já, alltaf. Og hvaða áhrif hefur það haft á ykkur að hafa ekki meira val nám? Kannski Helena. Ef við byrjum á þér, Helena. Það hefur áhrif á atvinnu möguleika. Mikið áhrif en samfunna við Helena og ég hef bara allt lífið mér að sjá svona hinnir að gera sig fyrir viljir og ég bara mátti ekki ákveða. Mér fannst það bara sanngjarnt og leiðilegt og þarf að breyta það. Það átti að vera meira fókus sem við getum bara að velja sem okkur vil fara í. Leyfa okkur að velja hvað við langum að gera og meira sem í boði fyrir fólk sem bara stuðning að halda og líka fókus sem getur farið í námi sem ekki með stuðning. Það fannst að vera opið fyrir nám fyrir bæði. Nú ert þú útskrifuð, Fabiana, úr diplómanáminu og Helena, þú ert að útskrifast núna í sumar. Já. Þannig að kannski má með einhverjum hætti segja að skólagangan ykkar sé á enda. En hafið þið orðið fyrir fordómum í skólakerfinu? Nei, ég var í indisklaum grunnskólum, Melaskóla og Hagaskóla og þar leið mér mjög vel. Ég get sagt að ég hef verið fordómur gegn skólanum, en ekki grunnskóla, ekki framhaldsskóla og ekki helt á Íslandi. Þetta landi sem var búið þegar ég var ung. Þegar ég var svona ung, 9-8 ára, þegar ég var alveg að flytja til Ísland, það var kennari ráð fyrir mig að ég get ekki náðu prófis til að halda fyrir næsta bekk. Hún var að langa að ég myndi vera sama bekk. Hún myndi ekki leyfa mig að fara svona halda áfram með næsta bekk. Hún var ákveða fyrir mig hún var að hugsa að ég gátt ekki farið bekk. Hún var ekki langa að leyfa mig að prófi. Og fjölskylda mína, þeir voru bara að tala við hana, þeir bara segja, nei, hún ætla ekki að prófi og við sjáum bara til hvernig ég geng. Og komst það fyrir að náði prófi, hún var ekki bara hangt. Þetta var bara fordóma. Það er frekar fúlt, þannig að hún ætlaði ekki einu svona að leyfa þér að prófa að taka prófið af því hún var svo vissum að hún myndir ekki ná því. Já, hún var bara með staðurmynd að ég myndi ekki ná því prófið, hún bara, leyfa bara hann að vera bara fest í bekk. Og þú komst og sýndir hún hafði rangt fyrir sér? Já. Hvað hefur diplómanámið kennt ykkur? Það var nú aðeins komið inn á þetta í vídeóinu hérna áðan, en viljið þið segja kannski eitthvað aðeins meir það? Já, það bara hef lært bara mjög mikið eins og ég hef lært saman með henditi, samling fjölbreytni vallas fólks. Ég hef líka lært á vinnustæði sem ég er núna, kynnis á vinnustæði sem ég er núna, hjá Þroskahjálp. Bara kent mér mjög mikið og bara hjálp mér mikið að vera svona baráttukona sem ég er í dag. Vera svona hjálpa mér að kveikja á það. Það hefur kent mér að ég get lært og það á eftir að hjálpa mér rosalega mikið í framtíðinni, það sem ég hef búin að læra. Og það kannski leiður okkur á því að spyrja, hvernig hafi það sem að þið hafi verið að læra í diplómanáminu, hvernig haldið að það muni nýtast ykkur, eða hvernig hefur það undirbúið ykkur fyrir að taka þátt bara á vinnumarkaði? Helena? Það hefur undirbúið mig mjög mikið. Ég er til dæmis búin að læra mjög mikið á leikjum í lífsleikni og það mun hjálpa mér í framtíðinni út af því mitt draumastarf er að vinna með börnum. Ég mun segja sem þeir hjálpa mér var bara að kynast vinnustæði sem ég er núna, bara undirbúið mig til að fara það, bara hjálpa mér að gera þannig. Og ég get vottað að þú komast mjög vel undirbúin úr diplómanáminu í þetta starf. En hvað getum við gert? Hvernig getum við betur
saman tryggt að allir nemendur, og þar meðal nemendur með fötlun, hafi tækifæri til að mennta sig? Helena. Fabiana. Ska jag börja? Ja, jag min säga bara, hafa bara var, fjölsbrytarnám, meira háskóla opið, í folk með fársömminu, vera bara fjölsbrytarnám var, bara, já, bara fjölsbrytarnám var, bara opið meira aðstóðu Akureyri, áskólar, það fannst alltaf vera meira var og alltaf meira opið fjölsbrytarleika, það fannst alltaf vera meira stuðning til staða líka, en fyrir mig vegna stað sem meir hillunni í dag að við getum ekki veist í nokkur fall sem við langum að fara í. Við tökum ekki okkur ákvörðum hvað við vill læra. Mér finnst það bara sanngjarnt og verðum að breyta því, verðum að velja sem okkur langar að fara að gera í framtíðinni. Ekki leyfa okkur og akkurat fyrir okkur. Það þarf náttúrulega að setja meiri pening í háskólana svo að fólk með fötlun getur lært bara það sem það vill. Og það fær með stuðning fyrir þessi málefni. Já. Nákvæmlega. En hvað með fyrirmyndir? Finnst ykkur vanta kannski fleiri fatlaða kennara til að vera fyrirmyndir? Já, ég myndi segja já. Mér finnst að þegar við höfum svona fyrirmynd að kenna sem fullu, það myndi hjálpa að samfélagið verið með opið fjölbreytileika. Þá ætlum við að opna samfélagið fyrir alla fólk sem ekkert að gerast núna. Mér finnst að það að vera meira fyrirmyndir. Þeir geta verið miklar fyrirmyndir fyrir okkur og allir eiga, ef þeir hafa áhuga þá endilega sækja í háskólanum til að vera kennarar og já, bara gera sitt besta. Góð brýning. Ef ég hefði beðið Jón Gnarr að koma í lið með mér og fá lyklana af skrifstofu menntamálaráðherra og Loga sem að fer með háskólamál og ég myndi láta ykkur hafa þessa lykla og þið getur farið upp í ráðuneyti og gert það sem þið viljið, hvaða breytingar myndi þið gera til þess að auka möguleika allra, og þar að meðal fatlaðs fólks, á að fara í nám á háskólastigi? Nú, bara setja meira pening í háskólana og já, gera sitt besta og svona, til að breyta samfélaginu líka. Ef ég mynd hafa líklegt, ég mynd segja að fyrst, fjölbreyta nám, fyrst, leyfa fyrir að velja hvað þið vilja. Og ekki bara diplómanámi, heldur miklu meira fleiri sem þið getur valið úr sem þið langar að fara í. Ég myndi gera bara þannig bara, ég myndi búið bara fjölbreyta nám fyrir fólk. Þurfum við ekki einhvern veginn að ná í þessa lykla handa þessum stelpum? Eins og svo mikið fólki hefur áhuga dönsku og náttúrufræði og alls konar þannig. Til dæmis. Bara fjölbreyta nám alls staðar. Tökum myndi það. En svona lokum, ef þið væri búin að fá lyklana, en væri samt aftur búin að missa völdin og hefðu þurft að skilja lyklunum aftur og þyrftu að fara í frekara nám, hvað myndi þið, ef að þið mættu velja, hvað myndi þið læra í háskóla? Ég myndi læra tungumál og náttúrufræði. Ég mjög góð í dönsku og með góðan framburð og það allt mömmu minna að þakka. Ég mun læra meira marketing til fatlaðs fólks og berjast fyrir faghet. Ég mun allir hætta að berjast fyrir marketing, for það alltaf verið eitthvað til að berjast marketing. Ég mun bara halda áfram að læra það. Það er nú ekki amalegt að eiga svona baráttu konur eins og ykkur, Fabiana og Helena, kærar þakkir. Takk fyrir. Takk fyrir. Jæja,
fyrir það frábæða sófaspjall. Nú ætlum við að fara í langt hlé og sjáumst eftir 20 mínútur. Það er í boði sætar veitingar og kaffi og drykkir. Verið ykkur á góðu, njótið!
buðar manninn. Fjalla verður aðgengi að vinnumarkaðinn. Fram kemur að það sé mikilvægt að opna vinnumarkaðar og að ferlið fyrir starfsumsækjendur þurfa að vera sveigjanlegra. Sett verður fram góð ráð hvernig vinnumarkaðurinn gæti tryggt að fatlað fólk hafi jafn möguleika til atvinnuþátttöku á almennu vinnumarkaði. Þáttakendur eru Gunnar Þór Snæberg, útskriftarnemi úr HÍ, Jóhanna Brynja Ólafsdóttir, útskriftarnemi í diplómanáminu, Ólafur Snævar, frístundaleiðbeinandi og frístundaleiðbeinandi í hinu húsinu og athafnamaður Spyrill, Anna Karen Georgsdóttir, sérfræðingur í félags- og húsnæðisráðuneytinu. Við ætlum að bjóða þeim öll velkomin á svið. Jæja, góðan daginn og til hamingju öll með daginn. Glæsilegu viðburður, ótrúlega flott og gaman að fá að vera með og takk fyrir að bjóða mér að vera Spyrill. Ég hef aldrei verið Spyrill, ég ætla að gera mitt besta og ég fæ að tala við þetta frambærilega unga fólk, ég er nú svo gömuleg, ég má segja þetta unga fólk sem ætlar að ræða við okkur vinnumarkaðinn og þau ætla að deila með okkur draumum sínum og reynslu. Og svo eru þau með ansi hreint góð ráð í pókahorninu sem ég held að allir hérna inni geti grætt eitthvað á. Þannig að við vindum okkur bara í fyrstu spurninguna og ég byrja á þér, Óli, og byrð þig að svara fyrstur í þetta sinn. Lagi. Hvernig er hinn fullkomni vinnustaður að ykkar mati? Fullkomni vinnustaðurinn minn er fyrsta lagi þannig að þá góður starfsandi, gott viðhorf þegar þú ert komin nýr inn á vinnustaðinn, góð móttaka og allir svo opnir og bara og öllum nýli dálítið vel, það ekki? Það er mitt fyrsta svar. Ég veist allir vera sammála því. Hvað segir þú, Jóhanna? Mér finnst að framtíða vinnustaðurinn eigi að bara vera með gott stuðningsnet fyrir nýja starfsmenn og vera til staðar fyrir nýja starfsmann ef að hann hefur einhverja spurningar. Akkurat. Gunnar, vilt þú bæta við? Fyrir mér er ekki til neitt sem heitir fullkominn vinnustaður. Fyrir mér er ekki neitt fullkomið, en frábær vinnustaður er staður að sem fatlaðir geta fengið að vinna almennilega, annarkvort í 50 eða 100% starfi, fer eftir þörfum, og að sem starfsveitandi og samstarfsfólk hefur fengið þjálfun og bara fara á námskeiðum fatlað fólk og það sérstaklega fötluðum manneskjuna sem er að sækja starf. Og eins og ég er búin að nefna bara gott stuðningsnet líka. Akkurat, takk fyrir þetta. Þá ætlum við að fá að kafa í ykkar reynslu af almennum vinnumarkaði og ég ætla að fá að byrja á þér, Jóhanna.
Já, mín reynsla af vinnumarkaði frekar skrautlega að mínu mati. Ég hef verið á vinnustað þar sem að ég hef verið á mörgum vinnustöðum. Ég hef hægt að segja það. Ég hef bæði verið í bæjarvinni og í verslunum og já, og leikskóla. Myndirðu segja að reynslan hafi verið góð? Það var bland í poka? Bland í poka, að vissu leyti. Takk, en þú Gunnar? Mín reynsla ég hef unnið á ýmsum stöðum. Ég hef unnið eins og flestir á Íslandi. Hef ég auðvitað unnið í bæjarvinninni. Svo hef ég unnið sem foringi og leiðtogi hjá KFM, bæði í sumarbúðum og í æskulýðsstarfi, og svo hef ég farið í starfsnám í félagsmiðstöðinni Borinni sem í sveitafélaginu Vogum og starfsnám hjá Þroskahjálp. En þú Óli, hver þín reynsla af almennum vinnumarkaði? Mín reynsla bara góð. Ég hef unnið, já eins og þau í bæjarvinnunni Reytarva og svo fyrir 10 árum síðan þá sótti ég starf í hinu húsinu, ungmennahúsi, og við höfum aðstöðu fyrir frítímastarf og já, ég fór fyrst í Vinnumálastofnun og þau hjálpuðu mér og svo það reyndar ein kona sem núverandi deildarstjórinn minn, og þannig ég hef ég hef þekkt hana, við þekktum áður en ég byrjaði í húsinu af því að ég var líka þar sem ungmenni, og þannig að ætli þetta hafi ekki verið svona 50 á móti 50, þú veist, atvinna með stuðningi og þannig og já, deildarstjórinn minn, hún Ásta Sóley, sem þannig reddaði mér þessari vinnu, þannig að fyrst fór ég í Vinnumálastofnun og talaði við þau, svo fór ég á fund þannig með Ástu Sóley og þannig fékk ég bara starfið, og þannig að mín reynsla bara góð, myndi ég segja. Ég hef fengið það sem ég vildi mestu leyti. Það frábært. Þið eru með fullt af reynslu af vinnumarkaði. Þannig að það gaman að spyrja ykkur aðeins dýpra. Þá ætla ég að byrja á þér, Gunnar. Hverjar eru þær helstu hindranir sem fatlað fólk stendur frammi fyrir þegar það sækir vinnu að þínu mati? Að mínu mati það fordómar, hvað sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Og hvað aftur orðið? Já, staðarímyndir. Út af allt þetta getur haft neikvæð áhrif á reynslu fatlaðs fólks á vinnumarkaði. Akkurat. Hvað segir þú, Jóhanna? Það er bara rosa mikið það sem Gunnar var að segja. Akkurat. Já, mér langar líka að bæta við misskiljun á hvað fötlun er. Út af það er vel þekkt að fötlun ekki alltaf sýnileg, og við hér erum flest frekar flott dæmi það. Já. Fötlun ekki alltaf sýnileg.
nákvæmlega, ég er sammála þessu, Gunnar. Akkurat, takk fyrir. Óli, þú ert aðeins búin að segja okkur af þinni reynslu af Vinnumálastofnun og atvinnum með stuðningi. Já. En þið hinn, hver er ykkar reynsla af þessum batteríum, Vinnumálastofnun og atvinnum með stuðningi? Þú byrja, Jóhanna. Sko, atvinna með stuðningi, hún sem sagt virkar þannig eins og kannski flesti vita, ég er ekki viss, að Vinnumálastofnun hjálpar öryrkjum að finna sér vinnu. En af því að ég er ekki orðin öryrki að mati Tryggingastofnunar, þá á ég ekki rétt á atvinnu með stuðningi. Já. Akkurat. Og hvað þarf að gerast til að þú er rétt á atvinnum með stuðningi? Þú ert að klára endurhæfingu, nei, hvernig er þetta? Jú, ég þarf að klára endurhæfingu. Og geta stimplað mig innan gæsalappa sem öryrkja. Og stimpil. Hvað segir þú, Gunnar? Mín reynsla með Vinnumálastofnun er mjög lítið. Eins og þau sem hér eru sem þekkja mig, það er í Grindavík. Og býð núverandi í Njarðvík í Reykjanesbæ og í fyrra fór ég til þeirra í Keflavík til þess að leita mig að starfi helst sem tengdist vinnu með börnum og úlingum sem ég var heppinn að fá sem heitir Ævintýrasmiðjan sem er leikinámskeið í Reykjanesbæ fyrir fötluð börn sem var alveg frábært, en það sem er smá leiðilegt var að á fyrsta deginum þá hittist allir starfsmenn upp á bæjarskrifstofu Reykjanesbæjar, en bara þá komst ég að því að þetta var leikinámskeið fyrir fötluð börn. Áður fyrir þá held þetta að það bara venjulegt leikinámskeið. Þannig að gleymdist þetta litla smáatriði að segja að ykkur vinnan felst nákvæmlega. Já. Akkurat. Nú kemur hérna stór spurning. Hvernig getur vinnumarkaðurinn aðlagast betur til að tryggja að fatlað fólk hafi jafna möguleika til atvinnuþátttöku á almenna vinnumarkaðnum? Er einhver sjálfboðaliði að svara þessu fyrst? Það er stór spurning. Ég skal bara fræðsla, númer 1, 2, 3, fræðsla, bæði til þess að geta tæklað fordóma og ómeðvitaða fordóma, staðímyndir, út af allt þetta eru hindranir og líka bara gert harða kröfu ableisma, út af það getur að fara yfir höfuð af fólki, bæði fötluðum og ófötluðum, að það sé í gangi og þegar hægt er að gera staði betur aðgengilega fyrir fólk, hvort sem það er hjólastól eða ekki. Róbert. Óli, þú varst komin með eitthvað alveg fram á varirnar, var það ekki? Jú, ég man ekki hvað ég sagði, en mér finnst að vinnuveitendur ég er dálítið að sjá það fyrir mér að þeir sem eru að fara að taka á móti fötluðu fólki í vinnu, þannig að það eigi bara að vera fræðsla fyrir þau og þannig að eins og ímyndum okkur ef að það er stássdagur á vinnustöðum og þannig að þú fær fyrir og eftir og það, þannig að ég er dálítið að sjá fyrir mér að þannig að það sem verið að bjóða vinnuveitendum á einhvað svipað, þannig að stásta ef ég mæti nota það orð og bara þeir fengi fræðslu, þannig að svo bara að skrifa greinar í blöðin bara
Já, þannig að nú veit ég hvað best að gera ef við fáum þennan markhóp, þú veist, í vinnu til okkar og þannig að já bara fræðsla og bara ekki vera feimin, við erum líka fólk. Það má klappa fyrir því, eða ekki? Þú bæta við? Nei, þetta var bara rosa gott sem að þeir báðir sögðu. Þið eru alveg með þetta. Næsta spurning fer inn í ykkar persónulegu reynslu. Hefur þú upplifað mismunun á vinnumarkaði? Ef svo hvernig hefur það haft áhrif á þig? Þú byrja. Já, ég skal taka á mig að byrja. Mín reynsla af vinnumarkaði svo að þegar maður sækir sumarvinnu þá þetta oftast tímabilsvinna og það bara einhver tíma. En svo hef ég verið að vinna á vinnumörkum þar sem að bæði hefur mér verið sagt upp í gegnum síma og að ég gæti ekki verið að vinna inn á gólfi af því að ég væri með fötlun sem að gera það verkum að ég get ekki staðið lengi á gólfi. Já. Og hvernig hafði það áhrif á þig, þessi mismunun? Þessi mismunun svo að þegar mér var sagt upp í síma það eyðilagði restin af árinu mínu af því að þetta var stutt fyrir jól og ég og þegar mér var sagt upp í vinnustaðinum sem að ég gat ekki unnið út af því að ég var að vinna inn á gólfi þá bara var ég frekar sár af því að ég vildi kannski pröfa að fara eina vakt á kassa og sjá hvort að það hendaði mig betur. Því var ekki boðið nein aðlögun eða prófa eitthvað annað. Já, þetta ömurlegt að heyra. Hvað segir þú, Gunnar? Hefur þú upplifað mismunun á vinnumarkaði? Ég líklega fáu og heppnuð sem hafa ekki orðið fyrir mismunum á vinnumarkaði og ég tel það bara algjörlega heppni en samt smá leiðilegt að geta ekki átt það sameiginlegt með mínum samfötlu vinum að vita hvernig það að vera fyrir mismunum á vinnumarkaði og þökk því að ég var svona heppinn þá get ég ekki alveg beint samkynhneigð út að ég veit ekkert hvernig það Já, þetta svona láni í óláni eiginlega. Já. Hvað segir þú, Óli? Hefur þú upplifað mismunun á vinnumarkaði? Kannski ekki mismunun þannig séðan fólk hefur verið forvitið þannig að ég fengi spurningar eins og hvernig greiningu hann með að af hverju ertu svona af hverju bara svona og þannig að þegar spurningarnar svona nærgönguðar þá upplifir maður að það sé einhvað smá í gangi. Það í lagi að vera forvitin en eins og ég segi þegar spurningarnar svona af hverju þú í hjólastól, af hverju labbaðu svona, af hverju þá maður bara ég nenni þessu ekki alltaf og þannig já en það bara eins og það þannig að ég hef ekki beint upplifað mismunun en þannig að mér finnst ég bara að vera velkomin yfirleitt. Takk fyrir. Það alveg frábært að heyra. Hvers konar stuðningur eða aðlögun teljið þið skipta máli fyrir fatlað fólk á vinnustöðum? Þú byrja, Óli? Já, ég skal. Ég að sjá fyrir mér að þannig
ok, það eins og mentor á vinnustöðum, þannig að eins og þegar ef ég má tala þegar ég byrjaði í hinu húsinu, þá var einn rosa góður maður sem dáinn núna, Guð bless hann, og þannig að mér þótti ég voða vænt hann og þannig að hann var svona mín hægri hönd þegar ég var að byrja. Þá var heithúsið í Pósthússtræti niður í bæ, þar sem mathöllin þið veitir. Og þannig að núna erum við í Egilsárstað og ég man að hann sagði þannig að já, þú átt eftir að kynnast og já, þetta dálítið öðruvísi þannig að vinna í hinu húsinu af því að þannig ertu bara að chilla með ungmennum og hafa það gott og þannig að svo var ég bara leitaði ég til hans ef að það var einhvað og þannig að mér finnst þetta einmitt skipta máli að þegar þú ert nýr eða vandar ástæðu við einhvað að þannig bara að vera þú veist til staðar fyrir þann sem hjálpina þarf á að halda og þannig að já, það bara mikilvægt og inn í þetta kemur einmitt vinnátta, traust og þannig að já, og bara já, ef að það ekki einhvað skýrt eins og ef það partí eða einhvað láta vita þannig og bara finnast eins og að maður á að líða þannig að maður sé velkominn inn á vinnustaði bara, já. Og ef maður feiminn bara að hafa til dæmis þegar þú stuðningurinn minn bara hey, ekki allt í góðu og bara þú veist pepp og bara já. Þetta svarið mitt. Takk fyrir það. Tekur þú undir, Jóhanna, mikilvægi þess að hafa eitthvað svona einn sem svona eins og mentor eða eitthvað sem hægt að leita til og viltu bæta ykkur við? Nei, þetta var rosa gott svar og ég alveg sammálaður. En þú, Gunnar? Ég bara alveg sammála. Þannig að svarið að hafa mentor, eitthvað að leita til sem að getur treyst og fá að vera með og vera velkomin. Hljómar einfalt, það ekki? Heyrði, nú eru þið Jóhanna og Gunnar að fara að útskrifast úr diplómanáminu í sumar. Hvað langar ykkur að vinna við í framtíðinni? Mér langar að vinna með börnum, annarkvort á leikskóla eða frístundarheimili. Og já. Mér langar helst að vinna með börnum og úlingum og þá helst að stöðum eins og bara í félagsmiðstöð. En þú, Óli, hvað vilt þú gera í framtíðinni varðandi vinnu? Já, þannig að það var einn kennari í háskólanum sem að við lendum á spjalli og þannig að hún var að sjá fyrir mér að því að fyrir sér þannig að því að ég svo góður í mannlegum samskiptum þá þannig að og ég sagði henni að það væri einhver smá draumur að fæðast að vinna með eldra fólki á hjúkrunarheimilum eða á Hrafnistu, þannig að sú hugsun kom fram þegar að ég fór í vísindaferð á sínum tíma í diplómanáminu á Hrafnistu og þannig að mjög gott starf sem unnið þar og á öðrum
hjúkrunarheimilum og hún spurði hvort að hún sagði þannig að hún væri alveg að sjá fyrir sér mig, þannig að ekki að lyfta fólki, þannig að heldur bara svona spjall og þannig að já, hjálpa til þannig að svona andleg umönnun og ég hef áhuga á umönnun og þannig að ég bara svo að þannig að það sé ekki bara rafknúnir kettir og hundar sem eru bara að þjóna þeim andlega, þannig að það verða líka að vera einhverjir spjallarar og bara einhverjir sem geta gert morgunæfingar með gamla fólkinu og bara takk fyrir mig. Það er ein rándýr hérna í lokin. Hvað finnst ykkur að stjórnvöld eigi að gera til að opna vinnumarkaðinn frekar? Þannig að fatlað fólk fái vinnu sem það langar til að vinna við. Bara, það er opið. Fyrstu kemur, fyrstu fær. Bara númer 1, 2 og 3, fræða sem meira, hafa opinn huga, reyna að bæta aðgöngur, bara bæta aðgengi að háskóla, að menntun. Eins og þetta nám cirka 20 ára. Það er núna frá að vera að byrja að uppna að taka inn annað hvert ár. Núna síðustu ár er bara að taka inn hvert einasta ár, en vegna fjárskorts ávist að taka núna aftur inn annað hvert ár. Og ekki núna það er líka bara að fækka starfsmennin á námsbreytinu okkar. Og það bara þarf að gera miklu betur í þessu. Þetta voru rosa góðir punktar, Gunnar. Viljið þið segja eitthvað að lokum? Já, ég með eina sögu sem tengist fyrir spurningu þannig að ég var að muna. Þannig að ég var að vinna með einum, þannig sem núna að vinna í Danmörsku núna. Og þannig að hann fór eftir að hann hætti hjá okkur í húsinu, þá fór hann að vinna á dvalarheimili fyrir eldra fólk og eða svona dagvistun. Þá kom fólkið bara í vistunina og þannig að þau gerðu eitthvað saman, fóru í ferðir og þannig að ég er dálítið að sjá það fyrir mér gerast að ég myndi fara í þannig að einhverja svipaða vinnu að fara í einhverjar ferðir með með þannig eldra fólki. Mér finnst svo gaman að ferðast sjáðu til og þannig annars bara takk fyrir að þannig bjóða mér og þannig bara rosa áhugavert málþing og bara til hamingju með það. Vilt þú segja eitthvað að lokum, Jóhanna? Nei. Stuttulega gott. En þú, Gunnar? Bara takk fyrir komuna og þeir sem heima sittir, takk fyrir að horfa á okkur. Þá ætla ég að fá að segja eitthvað að lokum. En mér langar að segja að því ég kem nú úr félagsmálaráðuneytinu að ég er ótrúlega glöð að þið ætlið öll að vinna með fólki, hvort sem það er ungt eða eldra,
Mér finnst það frábært, við fáum hérna sterkt fólk þar inn og svo langar maður að lauma að ykkur að þeir voru svo mikið að tala fræðslu og það þurfa að fræða fólk getu, þeir bara sýna þetta málþing. Þú veist, það bara þvílíkt, bara opnar augu fólks fyrir því. Það engin takmörk hér. Takk kærlega fyrir. Takk. Okay. Allir með á nótunum. Það ekki hlið núna á milli því miður en við erum komið næsta dagskrálið. Núna ætlum við að kynna sófaspjall númer 4 sem heitir Það þarf alltaf að vera aðgengi. Í þessu sófaspjalli verður fjallað aðgengi að öllum aðgengi verður skoðað í víðu samhengi eins og til dæmis aðgengi að djamminu og stjórnmálum og samfélaginu í heild sinni. Aðgengi réttlætismál fyrir okkur öll. Þáttakendunni heita Kristján Vignir Hjálmarsson, sérfræðingur í aðgengismálum, Ívar Freyr Þjóðsson, útskriftarnemi í diplómanámi í HÍ, Sveinbjörn B. Eggertsson, varaformaður átaks og sérfræðingur í aðgengismál, Spyrill heitir Stefán Bergsson, verkefnisstjóri hjá ÖBÍ og starfsmaður í aðgengishóp ÖBÍ. Við bjóðum þeim velkoma á svið. Við ætlum að horfa aftur á stutt vít þennan myndband á meðan þau gera sig klára. Hvað viltu gera í framtíðinni? Læra að vinna á leikskóla og smíði. Hvað hefur þú lært í diplómanáminu í Háskóla Íslands? Ég var í nokkrum áföngum í dómstunda og félagsmálafræði. Hefur þú upplifað fordóma? Já, ég hef upplifað fordóma alveg síðan ég var lítill. Bæði vegna fötlunarinnar og líka kynþáttafordóma. Og það hefur verið misjafnt svona eftir dögum hversu mikið þetta hefur áhrif á mig. Þetta hefur alltaf haft áhrif, en kynþáttafordómarnir þeir hafa haft miklu meira áhrif á mig heldur en fötlunarfordómarnir. Og ég lærði það bara strax að það er miklu betra að fræða fólk fötlunina og líka að ég sé ætlutur og sé að þessum kynþætti. Því þannig náum við að stöðva fordóma í samfélaginu og þess vegna er mjög mikilvægt að vera bara nú sterkur og bara tala hlutina opið. Það er fyrir mig það sem skiptir mestu máli. Hefur þú upplifað fordóma? Nei, ekki í mati, nei. En hefur þú upplifað fordóma? Já, ég hef upplifað fordóma. Það þegar ég var í grunnskóla, þá kom kennari úr skóla, svona tómstundaskóla. Hún var að kenna öllum nemendur píanó. En hún sagði við mömmu að hún vill ekki kenna svona barni. Og hún vill heldur ekki kenna tvíburasystur og setti okkur svona á saman hatti. Og það var mjög leiðilegt.
Já, sæli veriði og bara takk fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu málþingi og að spyrja ykkur aðgengismál. Ég hef verið að vinna að aðgengismálum fyrir ÖBÍ í 10 ár og mjög spenntur að fá að heyra hvað skiptir ykkur máli sem eru jú sérfræðingar í þessum málum og ég held að það sé bara ekki eftir neina að bíða, við bara vindum okkur í það. Við erum með fullt af spurningum. Af hverju mikilvægt að það sé gott aðgengi allstaðar? Og ekki bara byrja þig, Kristján, að svara fyrst. Það þarf bara að betra aðgengi, svo allir komist að geta verið í samfélaginu bara eins og venjulegt fólk. Frábært. Hvað segirðu, Sveinbjörn? Til þess að það sé jafnt aðgengi fyrir alla. Við erum fólk eins og hver önnur. Og Ívar, hvað finnst þér mikilvægt? Mér finnst mikilvægast bara fyrir alla að það sé jafnt aðgengi fyrir alla á alla staði sem flestir inni komast mögulega á og að fólk til dæmis í hjólastólum getur fara á sömu staði svo það sé ekki alltaf bara skilið eftir og komist ekki á sömu staði. Nákvæmlega. Svona eins og ef að vinir að fara á staði að maður sitji þá ekki bara eftir fyrir utan og bara hvað ég gera. Já, við þurfum jafnt aðgengi bara fyrir alla í samfélaginu. Akkurat. Og hvað finnst ykkur þá að þurfi að bæta á Íslandi þegar það kemur að aðgengismálum? Ef ég byrja á þér bara Ívar núna. Mér finnst oft bara eins ef maður þarf að komast eitthvað og það ekki endilega rampa til staðar. Það finnst mér oft gott. Til dæmis hef ég stundu séð þar sem eru tröppur að inngangi á stöðum. Þá hef ég stundum tekið eftir því að við hliðina niður á tröppunum eru svona brekkur eða halli sem ég oft gott að sjá til að vita að ég kemst þar upp í stól. Nákvæmlega. Sveinbjörn, hvað finnst þér að þurfa að bæta? Mér finnst að stjórnvöld þurfa að hafa okkur með í samræðum. Það þýðir bara ekki að gera eitthvað á pappír og hafa okkur ekki með í samræðum. Og Kristján, hvað segirðu? Og líka bæta aðgengi í strætó fyrir fatlaða. Þá ég að tala venjulega strætó ekki fatlaðara. Þegar það skilið að komast út á land ekki bara hálfa leið. Nákvæmlega, og hafa smá svigrúm til að ferðast og ekki alltaf vera að bíða eftir einhverjum bíl. Já, akkurat, og það þarf að batta eiginlega út með fyrirvara til að þetta komast út á land. Þetta ekki orðið hægt. Nei, einmitt. En hvernig myndið þið vilja hafa áhrif á aðgengismál, Sveinbjörn? Bara hafa okkur með í samræðum. Já, bara eins og áður. Það þýðir ekkert að taka ákvörðunir án ykkar. Já, ekkert án okkar okkur. Eru þið sammála þessu, Ívar? Alveg sammála. Mér finnst líka oft sé maður eitthvað sem að fólk sem að getur gengið og þú veist eins og með einmitt strætó. Þá stundir sem maður svona þú veist og hugsaður með sér ég vildi geti tekið hennar strætó og farið þangað sem ég vill fara en geta ekki af því að það ekki aðgengi inn í strætó. Þannig að ég fæ stundum svona líður illa yfir því að vita til dæmis að strákur sem ég þekki sem verið í hjólastól fæ ég slæma tilfinning að hugsa að hún langar að fara með, hann vill geta tekið hennar strætó en getur það ekki af því að hann í hjólastól. Einmitt, hann geta bara ferðast með vinum og fjölskyldu og haft svigrum
til að ferðast Já, en það stendur svolítið erfitt, sérstaklega á sama tíma og vinir sínir að fara með þeim, af því að það oft sko ekki hægt að hringja í svona stóra hjólastólabíla, því að það verður að gera það með 2 daga fyrirvara, en stundum ákveða vinum hans að fara eitthvað og gera eitthvað saman bara sama dag eða daginn eftir. En ef þið ættuð að búa til leiðavísi aðgengi fyrir samfélagið, hvað myndi verið í honum? Kristján, ég ætla að leyfa þér að byrja nú. Sveinbjörn, vilt þú ekki taka þetta? Eða Sveinbjörn? Það vantar bara hvar á ég að byrja. Já. Það vantar bara að taka, byrja á aðgengi á landsvísu. Saman. Það vantar að römpu, bara fá Halla ramp með okkur í lið og rampum upp hringinn. Akkur, saman. Ramp upp alla þröskulda og hindranir á landinu bara. Og líka eins og í sundlaugum fyrir fallafólk. Þetta ekki náttúrulega hægt að maður komast inn í sund. Þetta bara, maður fyrir okkur plaststóla með okkur í játnum og dettur úr út en það ekki belti í stólunum. Þetta ekki hægt. Einmitt. Það þarf að setja lyftur ofan í sundlaugarnar eða setja í drusluklefarnar til þess að allir fá að njóta þess, ekki bara útvaldir. Og líka ég hvet fólk, það er komið hjólastóla rampur ofan í pott í Mosfellsbæ. Ég hvet alla til þess að pröfa og ég hvet á fleiri sundlaugar að bara gera aðgengi. Farið aðeins að vakna. Hvað segirðu, Ívar? Hefur þú einhverjar hugmyndir inn í leiðavísi? Leiðavísi aðgengi? Já, það er náttúrulega alltaf gott að hafa eitthvað til hliða sem að geta kannski beðið að ýta sér upp brekkur ef að það eru mjög svona brattar og maður verður þreyttur á að ýta hjólum alltaf áfram sjálfur. Oft gott að geta pikkað í og spurt svona eins og, þú veist, getur aðeins ýta eftir mér. Ég get reynt að ýta hjólum áfram en það væri gott að fá hjól. Einmitt. Og svo líka leigubílar fyrir hjólastóla eru orðnir alltaf dýrir. Já. Það er bara einn hjólastóla leigubílir í Reykjavík sem maður getur kallað á kvöldin. Þetta er bara orðið ógeðslega dýr. Það bara kostar líka við 10.000 að fara frá miðbænum upp í Mosó. Nákvæmlega. Þetta er bara ekki boðlegt. Síðan er flugrútan óaðgengileg líka, þannig að það er þá bara hjólastóla eða leigubíl sem þarf að taka þangað oft á tíðum. Leigubíl út á Keflavíkurflugvöll, önnur leiðin kostar 16.000 kall. Já, þetta er svakalegu peningur sko. Og þetta er bara fók dýrt og það á ekki að vera að taka þessar leigubíla. Þegar ég fór til Spánar núna í sumar og það er fullt af leigubílum fyrir hjólastóla og miklu ódýrari. Þetta er bara ágættir aukandi orð. En hver þessar staðir að ykkar mati þar sem er fullkomið aðgengi? Ég veit, Sveinbjörn, að þú hefur góðar hugmyndir um það. Já, eins og í Hörpunni það er perfekt aðgengi þar.
Og nú ertu að fara út í kvöld eða ekki, aðeins að skoða Já. Og það, ég veit að í Háskólabíói, þú talaðir að það væri ansi gott aðgengi þar, eða ekki? Jú. En það einn kalli við það samt. Við þurfum að fara hringinn. Til að komast inn í Háskólabíó. Til að komast inn í Háskólabíó. Út af því að lyftan tekur ekki svona stóla. Nei. Það er bara litla hjólastóla. Já. Stundum vantar bara herslumuninn, sko. Já. Þeir eru of þungir fyrir stóluna. Lyftur af. Og stólarnir eru 200 kíló. Nákvæmlega. Svo það manneskjan í stólunum líka, sko. En er þá eitthvað virkilega fullkominn staður aðgengislega að eitthvað mati á Íslandi? Ekki á Djaminu. Nei. Það þarf að bæta fyllistaðina alveg gífurlega. Já, hver er eitthvað reynsla af Djamminu? Segðu mér nú frá því. Það er alveg skelfilegt. Það er alveg hræðilegt. Það er alveg mjög hræðilegt. Já. Ég er með mikla reynslu. Og er þá engin staður, svona djamstaður sem er óhætt að fara á? Jú, en það er bara að nýta klósett fyrir fallaða fyrir í kjallara. Já. Maður kemst ekki niður til að fá klósettið, sko. Það er ekki lyftað neitt. Það er bara hringstíg og niður. Þú ert að labba niður, það er ekki hægt. Ætlar fólk að bera okkur niður, eða? Það þarf bara að fá hjalta úsus til að halda okkur niður. Ráða hjalta úsus á alla staði. En þið voru að tala að rampa upp á það. Hvaða áhrif finnst ykkur að römpum upp Ísland hafi haft? Þetta hefur alveg gífulega áhrif og mér finnst Halli að hafa staðið sig vel í því að hafa gert þetta. Án hans þá var þetta ekki hægt. Nei. Ívar, hvað segirðu? Hefurðu prófað þessa rampa? Ég hef farið á stundum. En samt sko stundum hef ég farið á staði þar sem ferðaþjónustubílarnir hafa þurft að bakka alveg upp á húsum svo þið geti sett greindina sem ég fer niður úr bílum fyrir ofan tröppunar og þurft þannig að rúla mér af fyrir ofan svo að ég eigi ekki erfiðleikum með náttúrulega að komast upp tröppur því að það get ég ekki. Og fyrir þá bílstar sem gera það, þá er ég bara ævinlega þakklátur. Á bara að láta bílarna bakka inn í húsið og eitt vesen. Já, nákvæmlega. Nei. En nú var síðasti rampurinn settur upp við Háskóla Íslands daginn. Sveinbjörn, hvað finnst þér að eiga að koma í staðinn? Bara römpum upp djammið. Römpum upp djammið. Og burt með þetta friðaða dót. Það er 2000. Farið þið að vatna Ísland og bara burt með þetta friðaða dóti eru vakandi. Og það er alveg ekkert að gera undanþágur. Við erum ekki á 19. öld. Einhver. Hvað segir Ívar? Sko,
við náttúrulega eigum alveg jafn mikið rétt á því að komast á alla staði eins og allir aðrir Íslandingar sem komast mögulega á staði sem við komast hreinlega ekki á. En samt sagt við okkur við eigum alveg mikið rétt á því að fara þangað. En við komast ekki af því að það eru mögulega tröppur eða kantar sem við komast hreinlega ekki yfir. Svo það verður gott líka að slétta á gólfum og vera ekki með til dæmis kanta inn í herbergi eða milli herbergja í dyrum, svona dyrakanta sem maður kemst stundum ekki yfir. Ef þeir eru það háir, ekki rætt að lyfta framdekkinum yfir. Þannig að ég væri bara til í að slétta á gólfum svo að sé auðveldara fyrir okkur í einmitt stólum að rúla Nákvæmlega. Takk fyrir. Og ég vil koma aðeins betur inn á þessa spurningu. Okay. Það er alveg þetta breytir sem friðarreglum. Það er bara talsmann fatlaðina eða tala við fatlaða einstaklinga til þess að breyta því. Sita okkur bara inn á Alþingi þá málið næst. Já. Og það hefur verið markmið hjá mér að stofna flokk þar sem eru bara fatlaðir einstaklingar. Til þess að fólk fara að vakna. En hérna það er auðvitað annars konar aðgengi sem við þurfum að spá í og það er aðgengi að upplýsingum. Hvað teljið þið mikilvægt þegar kemur að aðgengi fatlaðs fólks að upplýsingum? Bara, má ég taka þessu spurningu? Það vantar leiðavísi og hafa okkur með í samræðu. Annars gerist ekki neitt. Það verður líka að tala við okkur en ekki bara okkur. Og líka setja talgerfil á alla miðla þannig að fólk sem getur ekki lesið, það getur ítt á napp og þá er þetta að hlusta á það. Þannig að virkir fyrir alla. Nákvæmlega. Og ég hvet stjórnvöld að setja fleiri talgerfla á samfélagsmiðla. Þá bara setja alla alþingismenn í hjólastóla í viku og leyfa þessu lið að finna hvernig þetta er. Réttu penn hverju verið til í að sjá alþingismenn í hjólastólum. Það er mjög fróðlegt að sjá hvernig það færi. Þetta er nefnilega ekkert grín pælið í að sita á raskatur allan daginn. Og ég er með málið. Tölum bara með Tryggingastofnun og látum þá vita að alþingismenn eiga að sitja í hjólastólum í viku. En ekki alltaf sitja á raskatinu allan daginn. Þannig að þetta er kannski eina loka spurningi sem ég hafði hérna var einmitt þessi, eru þið með einhverja hvatningu til fólksins í samfélaginu og til stjórnvaldi varðandi aðgengismál? Var þetta kannski hvatningin? Eða hafið aðra hvatningu? Bara að tala betur það. Ekki alltaf bara bíða eftir því einhver annar gera. Það er svo oft sem að, það eru stofnanir sem halda utan svona hluti en eru ekkert endilega að vinna neitt
mikið í því. En þannig ég væri eiginlega bara til í að segja, þú veist, bara að tala við einmitt, bara flesta í landinu og segja bara, þú veist, ef við ættum að gera þetta og gera þetta aðgengilega, þá verðum við náttúrulega bara byrja að vinna í því. Við getum ekki alltaf bara beðið að einhver annar fari að tala um það. Og sum lönd í kringum okkur eru komið með aðgengi upp á 10 á meðan við erum ansi vel eftir á. Þannig að farið þið að vakna stjórnvöld. Eins og til dæmis í Kringlunni, það er rúllustíginn í Kringlunni, hann er alltaf brattur. En út í útlöndum að þá er þetta ekkert mál, maður getur bara keyrt upp stigann og ekkert kjaftaði. Þetta er búið að vera alveg frábært og góðar umræður, finnst mér, góða tillögur og áskoranir til stjórnvalda að gera það sig í brók. Ég vil bara þakka ykkur fyrir spjallið og bara takk fyrir að fá að vera með ykkur. Já, og bara takk allir fyrir að hlusta. Og takk fyrir að mæta. Ég hef aldrei séð annað en smætningu á svona stuttum tíma. Bara þetta er æði! Takk fyrir. Sem eigi úr fjöldanum sem sker og að reyna að vera góður, þó skilningsskortið því verð. En átak verður ljós á myrkur og félagið fær ýmsu breytt. Í virkri hlustum fólkin styrkur sem skilning getur veit. Okkur án okkar, við fáum að því fréttir að fatlað fólk, kost og mikið fér. Men konur bár að reyna, án hjálpar eiga enga von. Búandi betri heim, sameinumst hjálpum þeim, þau eru velviljug, þó séu óföllin. Þau geta okkur lært, við getum viskufært, öll sem við. Okkur án okkar, við fáum að því fréttir að fatlað fólk, kost og mikið fér. Men konur bár að reyna, án hjálpar eiga enga von. Búandi betri heim, sameinumst hjálpum þeim, þau eru velviljug, þó séu óföllin. Þau geta okkur lært, við getum viskufært, öll sem við.
fyrir þetta. Þetta var myndband átaks. Ég sem varaformaður átaks. Og allir eiga gangi átak. Við erum best. Réttið upp hönd sem vilji gangi átak. Þið getið skráð ykkur á heimasíðu átaks. Okkar átak.is. Endilega skráið ykkur. Og hérna, það kostar ekkert að skrá sig. Og við erum með frí fyrir upplýsingar á okkar átak.is. Einhverjar spurningar? Þetta er okkar. Og takk fyrir öll að mæta. Þetta er stór áfangi. Og klöppum fyrir ykkur. Takk fyrir þetta. Þetta var frábært og bara hávært sófaspjall. Nú er formlegri dagskrá lokið. Hafið þið í dag fengið að heyra margar sögur og upplifanir og reynslu fatlaðs fólks af þátttöku í samfélaginu. Eins og hefur fram, þá þurfum við að gera betur. Við þurfum að auka námstækifæri og námsframboð. Við þurfum að bæta aðgengi að byggingum en ekki síður að upplýsingum. Við þurfum að opna vinnumarkaðinn, taka tillit til mismunandi hæfileika og það þarf að ræða við okkur okkar mál og spyrja okkur álits og við þurfum samráð. Við þurfum að tala að virðingum og meta framlag okkar allra. Því öll getum við svo margt, bara ef við fáum tækifæri. Næst verðar réttaveitingar og við hvetjum ykkur til að ræða efni málþingsins og þær leiðar sem hér voru lagðar til þess að bæta samfélagi okkar.
Svo byrja partíi klukkan 5. Í partíinu verða bæði tónlistar, atriði, dans og karaoke og bjóðum við upp á mat og drykki. Góða skemmtun og takk kærlega fyrir okkur! Við þekkum fyrir okkur og takk fyrir okkur!